Menntadagur PÍ mjög spennandi dagur þar sem að öllum félögum í Prestafélagi Íslands boðið að endurmennta sig svolítið. Þetta svona liður í því að við höldum okkur við faglega. Og við hefum undanfarnum árum, þegar að prestastefnu hefur verið í Reykjavík, þá höfum við tengt þetta við aðalfund Prestafélagsins og prestastefnu. Fengið auka dag, hengt hann framan við og það ætlum við að gera núna. Þannig að mánudagurinn þegar fólk gjarnan að tínast í bæinn að landsbyggðinni og úr öðrum löndum og þá þjöppum okkur saman með því að hittast á menntadegi og bæði fræðumst og njótum þess að vera saman. Svona góð blanda. Þetta fjölbreyttur hópur, prestarnir, prestar í borg og prestar í sveit, prestar á stofnunum og prestarnir á biskupsstofu. Við reynum að mæta sem flestum og samt að finna eitthvað sem að snerti við okkur öllum. Og núna ætlum við að tala heilbrigð persónumörk og hlutverkamörk í starfi prestsins. Fáum frábært fagfólk til okkar, fáum bæði fagfólk innan okkar kollegahóps og líka utan. Við ætlum að fá hann séra Gunnar Rúnar Matthíasson sem sjúkrahúsprestur og Ólöfu Ástu Farisveit sem uppeldis- og afbrotafræðingur og hún forstöðumaður Barnahúss. Og þau tvö ætla að fræða okkur þetta efni sem mjög mikilvægt og alltaf aktuelt í okkar starfi. Svo ætlum við, það líka alltaf mikilvægur þáttur að eiga góða pásu í hádeginu og við ætlum að borða góða mat í Neskirkju. Það ekki það margir að gott að koma í Neskirkju og gott að borða þar. Svo ætlum við að fá fræðslu spennandi nýjung í starfinu sem ekkert bundin við kirkjuna, heldur hefur verið notuð víða, sem kölluð þjónandi forysta og það hópur fólks innan kirkjuna sem hefur verið að kynna sér þetta sérstaklega. Og við ætlum að fá reyndar, þau hafa verið bæði hann Kristinn Ólason, rektor í Skálholti, og Auður Eir í Kvennakirkjunni og Skúli Ólafsson í Keflavíkurkirkju, Gunnbjörg Óladóttir sem trúarbragðafræðingur, öll þau og fleiri innan kirkjuna hafa verið að kynna sér þetta. En þau sem ætla að kynna okkur þetta á þessum degi dr. Sigrún Gunnarsdóttir sem lektor í Háskólanum og Ólafur Egilsson sem fyrrverandi sendiherra. Þau eru í þessum hópi sem að breiða út þetta fagnaðarerindi þjónandi forystu. Og við heyrum bara alveg þessu orð, þetta hlýtur að passa vel inn í okkar samhengi í kirkjuna. Og síðan ætlum við að fræða svolítið hvernig við eigum að nota þessar nýjungar og þessar frábæru tækni sem við erum að nýta okkur núna í þessu viðtali. Hvernig við eigum að boða trúna á Facebook og YouTube og Twitter sem ég veit ekkert hvað og svo framvegis. Þannig að þetta eitthvað margt nýtt og spennandi. Og hann Árni Svanur sem að taka þetta viðtal við mig núna, sem netprestur hjá okkur í kirkjunni, verkefnisstjóri á biskupsstofu, hann ætlar að kenna okkur ýmsa nýja takta í þessu. Þannig að þetta bara eitthvað sem við ættum að tileinka okkur til þess að koma. Við höfum að nota allar aðferðir sem mögulegar eru til að vera í sem bestum tengslum. Þetta einn þeirra.